Lokahópurinn klár svona formlega, opinberlega. Líst þér ekki bara vel á þetta? Jú, hrikalega vel. Ég held að þetta sé góður hópur og góð blanda. Ég held að þetta hópurinn sem átt að gera vel á Eurobasket. Þetta náttúrulega mjög svipar hópur frá 2015. Það svona leikmenn eins og Tryggvi og Elvar og Kristófer að koma inn. Heldur þetta sé góðar viðbætur? Algjörlega sko. Ekki að taka neitt frá gömlu köllunum, en ég held að þessi viðbót séu bara mjög góð. Ég held að við erum betur rútineraðir og erum skarpari í öllu sem við erum að gera. Hvernig svona metur núna þegar þetta er að klárast og nú sjáum við loksins fyrir það að fara út, ekki góð tilfinning? Jú, svona þessir æfingaleikir voru góðir, en það er ágætt að vera búið með það og vera bara klárir í Eurobasket þar sem alvaran er. Ég held að við verum klárir þar bara. Hvernig líst þér á, þú náttúrulega fórst líka í fyrra, síðast. Núna meira í kringum þetta, jakkafötin og allt það heila, gefur það ekki smá aukakraft? Já, ég held að það sé alveg frábær viðbót, en svo má ekki gleyma því hvað við erum að fara að gera. Við gleymum þessu jakkafötum og öllu þessu húlumhæ í kringum. Það snýst bara að spila körfubolta og við erum að fara þangað til að gera það. Það talið að vera 2000 stuðningsmenn og þú náttúrulega þekkir stemninguna síðast. Er það ekki líka eitthvað sem kýtlar að komast til það? Það er bara geggjað. Það er geggjað að hugsa til þess að vera bara næstu heimavelli í flestum leikjum og við erum með öðru stuðningsmenn og þeir verða væntanlega bara eins og þeir voru 2015 og búin að vera undanfarin ár. Þannig að það er geggjað að hugsa til þess að við fáum kraftinn frá þeim í þessum leikjum. Bara snilld.